þá í rauninni getum við sett þessa mynd inn í Paint. Og þá fyllum við síðan í sannleikatöflu, eða við getum líka bara tekið sannleikatöflu sett með, en það svo allt í lagi að nota þessa mynd. En þannig að við tengjum setjum hæfilega stóra línu og fáum plus og mínus. Við getum náttúrulega merkt þetta sérstaklega, við tengjum pinna 7 niður í mínus og alla ónotaða innganga og getum við líka verið með rauða línur áverðu, en þegar við þurfum að tengja alla ónotaða innganga þá höfum við ég ætla að setja bara þessa línu hérna er plusinn inn á rásina, þess að leggja áherslu á það er plus inn á pinna 14. Það er frekar lítil mynd hjá mér, og svo þannig að plusinn frá spennigjáfanum kemur inn á pinna 14. Það er kannski gott að leggja áherslu á að þetta er plusinn þegar að setja rauða línu efst uppi. Plus 5 volta spenna þar sem við tengjum alla býtum við. Ég ætla að bæta við einni línu sem að myndi þá vera 13. Ég ætla að nota hliðið sem er tengt við 1 og 2. Líklega sjáum við þetta betur svona, og þá ætla ég bara í rauninni að merkja með bókstöfum á B. Sjá hvort ég get ekki fært þetta bara niður. Þess að A og B og útganginn Y. Og þá færi ég þetta bara á staðinn sem þetta á að vera á. Ég ætla að hafa þetta transparent, þannig að ég geti haft þetta aðeins nær. A og B og útganginn Y. Þannig að þetta er bara smá vinna í þessu. Öll hin hliðin er ónotuð. Og sjá, hef ég sannleikatöfluna og þá ætla ég að klára hana. Þá lítur það út svona. Byrjum í 0, svo kemur hár, aftur hár og síðast er líka hár. Svona. Þannig að þið fyllið þetta bara þá út svona. Ok, þannig að þetta er orð, og þannig að þetta er rauninni bara upprifjun á virkni hliðana, að þetta virkar eins og hliðtenging, að ef annar inngangurinn er hár þá verður útgangurinn hár, og þá getum við
fundið það út með því að nota spennumæli þess að mæla spennuna út. En þannig myndum við ganga frá þessu í skýrslunni og svo náttúrulega auðvitað hægt að teikna svona eða tengja svona hlið í Multisim í Logic Converter og setja það inn. En við tökum þetta hérna og setjum bara inn í skýrslunni hjá okkur, inn í heimaverkefnið. Svona. Þannig gerum við þetta áfram og í þessu hér þá í rauninni getum við hérna svona skipta út sko innihaldinu, getum gert það. Þá aðeins til þess að flýta fyrir okkur. Ég tek bara innihaldið hérna, smelli á copy og fer inn í beint og já, nú býðum við, það ekki gott hjá mér, svona, bara merkja út fyrir, já, ég ætla að hafa þetta eðlilegri stærð svona fyrst og svo setja þetta inn hérna. Já, þetta á stórt, það spurning hvort ég get minnkað þetta eitthvað. Þetta verður hæfilegt. Já, nei, nú má þetta ekki vera sko transparent. Nú þarf ég að breyta þessu þannig að þetta sé yfir öllu saman. Og það reyni að setja hérna í hornið og minnka það niður. Það verður lítið út. Svona, þetta sé nokkurn veginn komið og þá ég kominn sem sagt með and í staðinn og þá þarf ég bara að laga sannleikartöfluna. Þá eru 2-0 hérna sem sagt sem ég þarf að setja í viðbót. Og þannig að því að and eins og raðtenging og þá held ég að þetta sé komið hérna hjá mér. Já. Svona. Þá tek ég þetta og fer með inn í þetta hér. Nei. Sennilega þarf ég að velja þetta allt saman fyrst. Já, ég ætla að minnka þetta niður fyrst, svona, Ctrl A, Ctrl copy. Já, tengingarnar breytist ekki, nema bara... Nei, tengingarnar breytist ekki. Hvaða eitthvað tengingar yfir í hérna mínus og plús? Jú, það sem sagt 14 upp í plús og 7 niður í mínus. Það bara áfram þannig og allir ónotaðir inngangar eru tengdir annaðhvort í háttgildi eða láttgildi. Þeir þurfa að vera tengdir sem sagt, því annars verður straumur sem sagt í gegnum IC-rósina því að translúta verður þá hálf opnir. Þeir verða að vita í hvorri stöðun eiga að fara. Það málið. Annars mælist sko 2,5 V spenna í staðan fyrir 5 V og í útgangana ef að inngangarnir eru ótengdir.
Ctrl-A, Ctrl-C og þá set ég þetta hérna fyrir neðan og þá kemur þessi. Ég var að halda henni myndið sem fylgdi með verkefninu? Nei, ég er bara að halda henni með ef ég þarf að breyta einhverju. Nei, þið skiptið þessari bara út. Þið getið alltaf náð í nýtt verkefni ef að þið þurfið eitthvað hefur týnst hjá okkur. Þannig að þá erum við bara komin með nýja sannleikatöflu fyrir and og þá held ég haldi bara áfram og þá ætlum við að bæta við hvern þessi rás sem er með NOT-hliðum í og nú getum við auðvitað sett eina rásina sem við vorum með, fært útganginn. Þetta er allt í heilu lagi hérna hjá mér, þannig að ég verður bara að taka þetta svona allt í einu lagi inn í Paint. Segir ég bara hérna and, svona. Þá er ég með þetta svona og þá þarf ég að teikna inn á þetta og þá ætlum ég að bæta við NOT-hliði til þess að virknin verði NAND. Og við höfum áður búið til virkni all grunnhliðin með NAND-hliðum og NOR-hliðum. Núna snúum við þessu við, nú bara búið til hérna NAND með AND og NOT og svo framvegis. Þannig að nú skellum við þessu saman. Ok, ég ætlum að fá hérna þetta hér og nú er sko NOT-rásinn hún hérna 4009 rásinn, hún er tengd svona aðeins öðruvísi. Það er sem sagt pinni 1 og pinni 16 er tengdur upp í plus. Og það er sama við hérna að við tengjum alla ónotaða innganga. Ég ætla að nota þetta hlið hérna sem er næst þessum útgangi hér. Þannig að all hin hliðin þurfa að fara með inngangana í spennugjafa spennu. Ónotuð hlið þurfa að tengjast með inngangana. Það var ekki tengja útganga, bara innganga. Og þá ætlum ég að vera með þetta saman svona. Og svo ætla ég að tengja hérna frá útganginum yfir á inngangin á þessu hliði hérna. Þannig að and og svo kemur NOT í viðbót, þá erum við komin með NAND. Og ég ætla aðeins að bæta við þá hérna plus línunum. Og þessi hérna sem sagt pinni 1, hann fer líka í plus.
og pinni 16 í plús. Svona. Og þá í rauninni eftir að merkja innganga og útgang. Þá já, ég ætla að fara yfir í svart letur. Og til þess að ég geti sett þetta aðeins nær, þá set ég þetta í transparent hérna undir select. Já, þetta svolítið. Já, Þannig að þá færist útgangurinn yfir á not-hliðið. Svona. Og þá snýst þetta bara við. Allt sem að var áður 0 í andliðinu, það verður 1. Ef einhvers staðar kemur 0 inn á svona nand, þá kemur hár út. Og þá byrjum við þetta svona. Og síðast erum við með 0. Svona. Þá erum við komin í sannleikstöfluna. Við erum búin að tengja þá alla ónotaða innganga við spennu og spennu. Það mjög mikilvægt að muna eftir því. Og NC stendur fyrir bara no connection eða not connected. Þessi pinni hérna 13, hann bara ekki tengdur. Og sem sagt alla útganga þurfum við að skilja eftir ótengda. Við megum ekki tengja þá á ónotuðum hliðum. Til dæmis hérna ef við værum að tengja óvart 10 upp í háttið hérna, þá væri komið skamhlaup. Því að ef það er hár inn, þá tengist transistor hérna inn í AC-rásinni, útganginn í 0, af því að 1 verður 0, tengist niður í mínus. Og ef við myndum tengja þetta hérna í pluss 5 V spennuna, þá verður komið skamhlaup milli pluss og mínus á spennugjafanum í gegnum AC-rásina. Og það má alls ekki gera það. Ok, þá tökum við þessa mynd og færum hana inn. Þessi kemur bara á næstu blaðsíðu hjá mér og þá kemur hún hérna.
Nú gætum við beitt sömu aðferð að taka það sem er innihaldið í næstu hérna. Við setjum 4071 sem er OR í staðan fyrir 4081 sem var rand og fá NOR-virkni. Þá getum við tekið innihaldið hérna og sett inn í. Þá þurfum við ekki að tengja eins mikið. Þá tökum við þetta hér. Sjá hvernig það gengur. OK og inn á Paint. Skulum við sjá. Og þetta er svolítið stórt svona og breyta þessu úr transparent. OK. Þessi ekki komið það bil svona hjá mér. Og þá vel ég allt, Ctrl A, Ctrl C og færi þetta yfir í verkefnið. Þetta er OR og þá kemur hitt fyrir neðan. Þá fáum við það hér og þá erum við komin með NOR. Það er að breyta töflunni. Já, alveg rétt. Ég glemdi því. Ef þessi út snarlega. Það var ekki bara öfugt, ja. Nei, ekki alveg öfugt. Það er, já, öfugt við Hina myndina. við hérna við OR. Nú þurfum við að útbúa hérna NOR. Þannig að það var sem sagt 0 efst, svo kom 1 þar sem restin var og þannig að þá erum við að breyta öllu sem var 1 yfir í 0. Þannig að það er komið þarna þá 0 og 0 hérna. Það kemur 1 þegar það er 0 og 0 inn. Ef það er 0 og 0 á þessu þá kemur 0 út og 0 hérna breytist yfir í háan. Þannig að hár efst uppi. Síðan ef það kemur 1 á B hérna þá kemur 1 út og hann verður 0. Þannig að þá verður 0 hérna. Svo að ég þarf að hafa 0 á þessum tveimur. Já, svona, ok. Þá erum við komin með NOR sannleikatöfluna líka. Og það væri kannski gott að skrifa bara hérna fyrir ofan til öryggis NOR. Svo við sjáum alltaf hvað við erum með í höndunum. Svona, ok, Ctrl A, Ctrl Copy og þá er það hérna. Þá kemur þetta í staðinn fyrir þessa mynd hérna. Til að bæta við not til að fá NOR. Já, og þá er það næsta mál að við ætlum að útbúa not, OR og AND virkni með þessari ysirás hérna. Við þurfum 2 ysirásir til þess að útbúa alla möguleika. Og þá getum við tekið bara beint inn í Paint. Og hérna í nýtt
shell og þá hefur við hérna not sannleikartöfluna, hún er svolítið langt hérna í burtu. Við höfum fært hana aðeins til. Það taki ekki alveg eins mikið pláss. Fært þetta aðeins til svona. Já, sjá. Svona. Og þá er not and or, við getum útbúið með þessu. Þá hérna vont að geta ekki skrifa svona alla útleiðslurnar og sannanirnar, en við hefum gert það áður. Við tengjum þetta upp í staðinn og auðvitað getum við sett þetta upp í sýnt svo tengimyndirnar úr Multisim, en það er raunin á að tekna þetta upp hérna. Bara sýna hvernig við ætlum að gera þetta. Við ætlum að sýna hérna er þá samtenging ef við ætlum að búa til not til dæmis. Við höfum bara smá stubbur hérna og þetta er fyrir þá A. Ég ætla að setja hérna sjá A, já. Bara nú þannig að þá höfum við hérna not-virknina. Setjum við A hérna, já, svo gleymdi ég upsilonu. Þannig að not er komið þá hérna. Þetta væri þá inngangur A. Þetta gæti ég skrifaði fyrir ofan, það er allir lagi, en hérna bara hérna í transparent. Og útgangurinn væri þá upsilon. Svona. Já, hérna taka upsilonið, útganginn, færa hann sem stað. Hérna. Og þá erum við komin með not. Sem sagt þá verður það 1 og 0. Það er sannleikartalan fyrir not. Svona. Og það er þurfa að tengja meira hérna ef við segjum að við ætlum að nota hérna, að hafa and hérna næst, þá notum við ekki þetta hlið hér. Þá er það ekki í notkun. Þá tengjum við ónotað innganga hérna og síðan ætlum ég að taka hérna og tengja plúsinn, hafa hann rauðan hérna.
og hérna þetta er blúsinn. Nú til þess að búa til and þá þarf ég að upphefja þessa neitun á NAND hliðinu og með öðru hliði hérna sem ég breyti yfir í NOT virkni og þá tengi ég saman hérna til þess að hafa þetta sem NOT og nota þetta sem hliði sem ég tengi inn á, tengi saman svona og hérna á milli og hér er þá útgangurinn og A og B er þá hérna og ég merki það svo gefum B hérna og Y-ið kemur hérna þá erum við búin að útbúa AND og þá erum við komið með hérna 0 já, 0, 0 allt þangað til að síðast þetta getur kannski svona, bæti svo að 0 þannig fyrir ofan þá getur þetta tekist ég hafa neðri hlutin af sameindatöflunni svona og vantar þá 1, 0 í viðbót setja hérna efst svona aðeins að taka til hérna svona ok þá erum við komið með AND og það er þá hérna megin það er til að ég merkja það hvað er hvað svo að þið ruglist ekki á þessu og annars stað getum við sagt hérna vor sem við tökum hérna þá neðst þá við verðum búin að útbúa AND hérna og þetta náttúrulega hérna var NOT það er að gera merkilegt allt saman það var hérna efst og síðan kemur OR hérna og þá þurfum við 3 hlið og þá er bara að velja hvað við ætlum að taka og hvernig við ætlum að teikna inn á þetta og hvort við höfum hérna A og B hérna niðri og eða A og B uppi og útgangi hérna niðri. Það er bara smekksatriði hvað við gerum í því og þannig að ég gæti þess vegna haft tengt saman hérna alveg svo ég gerði fyrst og haft A-ið hérna spurning hvort þetta er alveg að sömu stærð og hvort þetta passar já, þetta passar svona nokkurn veginn hafa A hérna þá og síðan B hérna hinum megin það er bara þarf við að þurrka út hérna innan úr þessu
Set B þar inn í. Set það þá hér. Þið sjáu að þessi stubur hérna nær ekki í spenningja spennuna því að ég hugsa mér að þetta tengist inn á rofa sem er bara tengdur sannleikstöflunni. Þannig að þau gildi sem er í sannleikstöflunni tengjast inn á A og B. En þetta fast tengist ekki í plus. Þetta er bara merki hvar við tengjum inn A og B frá sannleikstöflunni. Það er oft að við erum bara með sammerkt bókstafa, merkingar eða þannig að hérna, eins og til dæmis allt innvolsi hérna í IC-rásinni það er eins og transistorar í útgangunum þeir tengjast upp í plus eða í mínus. En það eru nokkrir transistorar hérna inn í hverju hliði. Og það er ekkert sýnt. Þess vegna þetta er orðið það flókið og þá voru bara sýndar táknmyndir af hliðunum. Og þá getum við núna haldið áfram að tengja þetta upp. Ég ætla bara að útbúa einhvern annan lit á þetta. Kannski setja bara svo, kannski fjólbláan lit á þessar tengingar hér þá. Þetta nú við. Með línum fyrst. Og þá ætlum ég að tengja saman. Auðvitað get ég merkt saman 10 færi inn á 6 til dæmis og 11 inn á 5. En ég ætla að prófa að gera þetta svona. Þá fær ég hérna, þetta er svolítið svona. Svo tengi ég hérna inn á hér og síðan 11. Kannski hef hann bara hreinlega í öðrum lit svo að við sjáum munin á þessu. Það var hann hérna grænan. Þarf ekki sjálfur sér en hann er ekki nógu langur. Svona. Svona. Auðvitað mætti ég fara niður fyrir mínuslínuna með þetta. Já, ok, þessi var grænn. Allt í lagi. Lögum þá eftir. Svona. Og þá fer það inn á hinn innganginn hérna. Svona myndum við sýna þetta sem sagt. Þetta er svona upprýn á því hvernig við búum til alla grunnvirknina með NAND-hliðum annars vegar og NOR-hliðum hins vegar. Og ég ætla bara rétt að laga þessa hérna. Svona. Þá tengjum við þetta saman og þá er þetta hérna orðið Y, útgangurinn hérna. Við tengjum 3 hlið saman til þess að búa til OR-virkni. Þá gerum við þetta svona. Svona, þetta nýtt í annar staðar. Svo þarf ég bara að tengja ónotaða innganga. Og spenningjaspennuna við svona og vantar svo plusinn. Plusinn hérna og þá erum við bara eftir að laga sannleikstöfluna, fylla inn í hana
og það er OR, það er bara 0 fyrst og síðan ár eftir það. Svona. Ok, þá erum við komin í þetta. Og þetta er þá OR. Er þá allt komið hjá okkur? Þá eftir hérna með NOR. Já. Nú eigum við eftir að hafa samskonar uppi tengingar í NOR. Það er möguleiki fyrir okkur að skipta innihaldið á hliðunum og gera þetta alveg eins, en þá verður neðri hlutinn verður AND en efri hlutinn OR. Og þá þurfum við bara að víxla þessu. Ok, allavega við erum búin með þennan hluta hérna. Ctrl A, Ctrl C og þá förum við inn í, setjum þá í staðinn fyrir þessa mynd hérna, ég ætla bara að setja þetta líka. Þessi mynd er komin hér. Þannig er sem sagt NOT AND og OR með NAND hliðum og þá er eftir að gera þetta með NOR hliðum. Og þá er spurningum að taka þessa mynd eða taka bara hluta af henni inn og breyta henni. Það segir hérna aðeins að vista og þá fæ ég prófa að skipta innihald á þessu, sjá hvernig það gengur. Og það er ekki alveg víst að það sé alveg passandi, en prófum þetta. Þannig að NOT, þá þarf ég ekkert að breyta því mikið. Það verður svipað. Gæðin verða ekki alveg jafn mikil, en þetta sleppur hérna.
Það eru svolítið misverar línunar í þessu. En það tengjast út á réttu pinnana. Þannig að nú er bara að skipta út. Það er bara svissa á and og or. Já. Og or kemur þá í staðinn hérna, efri. Hérna er or, þar sem við neytum sem sagt útganginum hér sem er með annarri neitun hérna. Þannig að upphefjast neitannar og þetta or verður eins og grunnvirknin. Þá kemur sannleikartaflan hér og not var eins og áður hérna efst uppi, það er bara að tengja saman inngangana. Það sem að væri hægt að gera líka hérna, það væri að tengja annan innganginn í fasta spennugjafarspennu og við getum til að prófa það hvort þyrfti að vera háttgildi eða láttgildi. Ef við myndum tengja til dæmis í háttgildi hérna þá væri alltaf fastu, útgangurinn væri þá fastur í núlli. En þannig að við þyrftum að tengja innganginn í láttgildi til þess að nota bara annan innganginn fyrir A. En einfaldast er þetta svo maður gerir ekki neina svona villu, einfaldast er bara að tengja það saman og það gerir raunin ekki til vegna þess að þegar þetta eru svona fáir inngangar að tengja það bara saman. Og þá er í rauninni, já, færa and yfir á sinn stað. Svona. Og eins og við byggum til áðar orvirkni með andliðum, með þremur andliðum, þá búum við til andvirkni með þremur norhliðum. Og eftir sem áður þá er þetta hlið hérna til vinstri niðri, það er ekki notað og ónotaðir inngangar tengjast þá niður í mínus. Það vart rauður hérna, ætla að hafa hann svartan. Svona. Er þetta þá ekki komið bara hjá okkur? En svo er bara ein rás eftir í restina, held ég. Svona. Ctrl A, Ctrl C. Setjum þetta inn, staðan fyrir þetta hér. Það eru verða svolítið ljótar þessar rásamyndir, en sleppur að öðru leyti. Og þá er bara eftir að hafa þessa mynd sem sagt fyrirmynd af því hvernig við tengjum þetta upp með ysjarásum, tveimur ysjarásum. Því að við erum með í þessari teikningu þá erum við með 5 hlið og það eru 3 hlið í hverri ysjarás. Þannig að við þurfum að koma þessari mynd hérna inn á. Eða að fara í hérna. Koma þessum myndum hérna inn á og reyna að teikna þetta hérna upp. Og það er gott að merkja inn á hvernig við ætlum að skipuleggja þetta. Hérna er rásinn og þá ætlum ég að stækka þetta hérna. Það er pláss fyrir myndina sem að er hérna, þessa hér. Já, hún er svona stór, já, ok. Sjá, getum við líka hana bara. Jæja.
prófa að hafa bara nógu mikið pláss. Ætti alveg að sleppa. Svona. Svo ég geti merkt inn á hvar ég ætla að hafa hvað. Sem sagt, það er mjög gott að merkja hvaða hlið við ætlum að nota, hvaða pinna við ætlum að nota. Ef við getum byrjað á því að hafa efri rásina með þessu efsta hliði hérna, þá getum við til dæmis tengt saman 11, 12 og 13 hérna og haft það sem A og þannig til dæmis tengt svo útganginn hér inn á inngang 8 hérna. Ég sé, já, alla merkingarnar hérna, en hérna sjáum við 8, ég sjáum þetta er 14 pinna rás. Byrjum hérna niðri 1 upp í 7, 7 fyrir náttúrulega í mínus og 14 í pluss. Pinni 8 er einn inngangur af þessum. Og þannig að þá myndum við geta sagt, ok, við viljum hafa 11, 12 og 13 hérna. Og líklega þarf þetta að vera aðeins minna. Sjá hvernig þetta kemur út. Þetta kemur svona. Þannig að þá er hægt að skrifa inn á hvaða pinna við ætlum að tengja inn á. Hérna til dæmis 11, 12 og 13. Og þá er í útgangurinn 10. Og þetta færi síðan inn á 8 hérna. Og svo hefum við B og C, það er 1 og 2. Þannig væri hægt að merkja þetta allt hvað við ætlum að gera. Og síðan teikna það inn á. Þetta er útgangur 10. Og 8 er þá hérna. Og 1 og 2 eru þá hérna. Og útgangurinn er þá 9. Flott er. Og þá hérna þá bara ákveða hvaða hérna hlið við ætlum að fara inn á núna. Farið inn á til dæmis 4 og 3. 4 og 3 kemur þá hérna. 4 og 3 og síðan höfum við hérna, já, setjum þetta inn. Hérna. 9 er útgangurinn. Ég myndi þá vilja fara með það inn á 4 og 5. Útgangur væri þá y, hérna væri þá 6. Eða 3 og 4, já, það er líka möguleiki.
Svona. Já, 4 og 5 líklega betra. 3 getur komið frá öðrum útgangi, þarna neðan. Ég er 5 hérna. Útgangurinn er þá 6. Og síðan færið inn á þristin hérna frá útganginum hérna svona. Og þá er bara spurning, sko, þá erum við búin með öll hliðin hérna. Þetta verður þá B og C, 1 og 2 hérna. Og þá er það neðri í sér ásinn. Það er A og B og C, já, þetta nú við. Og þá getum við verið með A og B hérna. C getur komið hér. Já, C getur verið hér. Getum við tengt saman hérna til dæmis 11, 12 og 13. Þá get ég í rauninni sannlega tekið þetta. Við. Svona, gengur þetta. Þetta 11, 12 og 13. Ekki alveg nákvæmlega, en svona nokkurn veginn. Já, það væri hægt að hafa þetta svona. Og þá færi ég með 10 hérna út á út á 8. Útgangurinn hérna er 10. Færin á 8. Og svo hef ég A og B, það er þá 1 og 2 hérna niðri. Þá fer þriðji inngangur er 8 hérna, 1 og 2 er hérna. Og útgangurinn hér er 9. Þá fer 9 inn á 3. Og það er komið hérna inn á þessa mynd. Eitt kemur hér, 2 hérna, þá erum við bara að merkja A og B. Svona.
Þá erum við búin að merkja allt upp hvernig við ætlum að tengja þetta. Og þá er bara eftir að tengja þetta. Og þá ætlum við að tengja við ísirásirnar pluss og mínus, mun eftir því alltaf, og tengja ónóta inganga. En þá byrjum við hérna. Svona. Á mínus á ísirásunum. 7 fyrir mínus. Og það eru ónotaðir inngangar hérna á þessu hér hliði, neðri ísirásinni. Eitt hlið sem er ekki notað. Og þá er það mínusin hérna. Og þá gerum við hérna bara uppi á A-inu. Tengjum þetta saman. Og við getum líka tengt hérna 11, 12, 13, það var C hérna. Svona. Og 10 fór inn á 8-una. Já, svona sjá, 10 hérna fór inn á 8-una hér. Svona. Og þá er bara á kannski annan lit, kannski fjólbláan til þess að fara með 9 hérna. Nei, 9 inn á 4 og 5. Inn á 4 og 5. Tengið saman 4 og 5 hérna. Og held áfram með þetta hérna niður fyrir. Svona. Ok, þá er ég kominn. 9 inn á 4 og 5 hérna, þá er útgangurinn hérna 9 hérna inn á 4 og 5. Og 6-an er þá yslon, þá er að merkja það sem ytri útgang, eða sem yslon, útganginn, síðasta útganginn. Já, ég get náttúrulega tekið hérna, tekið þetta. Sexan hér er með útganginn, yslon. Þetta er útgangurinn og þá hérna fer þristurinn hérna, hann fer í 9-una á neðri ísirásinni. Já, það er kannski gott að merkja A og B. A er 1, B er 2, nei, A er hérna uppi, það er hér. Og hérna er einhver smá stöpur til að sýna að þetta er tengt yfir í A-ið. Ekki samt alveg upp í línuna, heldur bara svona. Og ég ætla að nota tækifærið og ganga frá plus hérna.
plúsin á Austurrásina, eins hérna, plúsin inn á Austurrásina og þá eftir að tengja þrjá hérna á efri Austurrásinni við 9, hérna inn á 9 og byrjum við 10 hérna fór inn á 8, já. Þannig að fáum við hérna einhvern lit hérna á þetta. Ég hef haft bara svartan þarna en tökum þetta inn á þristinn hérna. Svona og hef svo við hafa svona en set hérna 10 inn á 8, það hérna 10 inn á 8. Ætla að hafa það svart. Svona. 10 inn á 8 og svo það 11, 12, 13. Þetta var C. Merkja það, þetta var C-ið. Þetta þá C. Og A og B þá inn á 1 og 2. Og það væri nú gaman að fá sannleikatöfluna á þessu sko og sjá hvernig þetta virkar. En þetta svona aðalega æfing í því að tengja saman svona mynd og hvernig við setjum þetta inn á Austurrásinnar, hvernig við tengjum það inn á. Svo að A, B og C hérna, A vantar örugglega B og C hérna á efri Austurrásina, það inn á 1. Ég á að vera hérna og C þér síðast. Svona. Og hvað vantar eitthvað meira inn á þetta? Ætli þetta sé að verða komið hjá okkur? Það kannski ágætt að hafa þetta í samræmi, að reyna að halda þessari mynd til hliðar ef það er hægt. Ef það er nóg pláss á blaðinu, það er ekki víst að það sé nóg pláss, það er bara að minnka við myndina aðeins niður. Eða setjum hana bara annars staðar og ofanverðu eða neðanverðu. Og hérna, setjum bara að kópía þetta. Þessa mynd hér. Setja hérna þá númeruðu myndina hérna. Og svo er hægt að setja eina myndina fyrir neðan hana
þá tökum við þessa mynd hérna. Og endanlega myndum við gera sameindatöfluna í Multisim, en það er ekki beðið um það. Sjá, copy. Já, hún skilar sér hér, ljómandi. Svona. Sjá mann ekki alveg alla. Hérna er þetta svona. Og það sem við gætum gert, það væri að því að við eigum þetta held ég upptengt, og hérna þá getum við prófa að setja þetta inn í Multisim og sjá hvernig að hvort það passar við upptengdu rásina. Þetta förum við þá í Multi. Þetta er svona auka hérna og setjum þessi hérna hægra megin. Þessi hérna, hún kemur. Og hvernig myndum við tengja þetta upp? Við getum leitað hérna að, við vorum reyndar með hérna 3 innganga. Já, þetta er ákveðin tegund. Ok. Við erum með 5 hlið. Og við sjáum, hér erum við með, fáum hérna kassa þar sem stendur sem sagt A, B og C. Það er vegna þess að við erum með merktar IC-rásarnar, það er 3 IC-rásir, 3 hlið inn í einni IC-rás. Þá er það fyrsta hliðið, annar hliðið og þriðja hliðið. Bíddu við, þriðja hliðið lítur svona út. Ha? Það var skrítið. Hvað var skeið? Já, það þriðja hliðið þá lítur út svona. En ég ætla að fara bara í hérna virtual hlið, þá fer ég bara í search og skrifa hérna NOR og þá vel ég NOR með 3 inngangum, svona. Ok, þá ætti þetta að ganga 2, 3, 4 og 5. Og síðan myndi ég setja hérna logic converter og tengja þetta við það. Við logic converter. Svona til þess að tengja sérst A, B og C við. Þá tengist hérna til dæmis, þetta tengist allt saman, þetta fer í A. Sem dæmi, það gengur þetta ekki, já ok. Svona, það er þetta kannski aðeins nær. Svona. Og þá tengi ég hérna inn á 8, já. Svona, og B og C kemur hérna. B og C, bara forvitni hvað kemur út úr þessu. Hvað kemur út úr þessari rás. Þetta er ekkert sem að er endilega fyrirskrifað í verkefni, þetta var bóklegt verkefni einhvers staðar úr
7. kaflanum. En bara gaman að vita hvað það gerir. Hérna tengjum við svo þetta hlið hér, það nýja er 3 og svo kemur þetta síðasta hliðið að þetta kemur í A, næsta fer í B og síðast tengist þetta hérna og þetta er rauninni bara hvers konar virkni er þetta hérna. Sjáu þið það? Hérna þegar allir inngangurnar eru tengdir. Hvað náðu þetta að borða hana? Hvað heitir það? Ertu að meina Það hana? Það græna hana? Já, þetta er Logic Connect tæki, 10. tæki og frá hérna hægra megin. Við notum þetta í einni æfingunni til þess að einfalda rás. Hérna ætlum við að bara fá hérna sannleikstöflu út frá rásinni. Þá er það efsti takkinn sem við notum. Þá gefur þetta út svona. Þannig að hér er útgangurinn. Já, það væri hægt að segja að hérna, ef að við tækjum bara 0-inn út hérna, ef maður myndi vilja einfalda þetta, að ef að C væri háttgildið, þá myndum við bara breyta 0 í 1 og ef að A er háttgildið, þá myndum við breyta 0 í 1. B virðist ekki gera neitt í þessu sérstakt, en núna er þetta svona og það er háu gildin hérna sem við tökum mark á og hérna erum ok. Við hérna fáum þessa sannleikatöflu inn á verkefnið okkar. Svona virkar þetta allt saman. Bara til gamans bætum við þessari sannleikatöflu við fyrir rásina og þá kæmum við hérna einhvers staðar og þá getum við, ég held að það sé sem sagt upptengd rásin sem við getum prófað þetta í. Og þá erum við í rauninni búin með þetta verkefni. Þetta var síðasti liðurinn í þessu.